Við endum fyrirhluta þingsins, við erum örlítið á eftir áætlun en þetta 3 mínútna myndband þar sem þeir námsmenn sem að hljóta styrk í ár frá Menntasjóði Viðskiptaráðs kynna sjálfa sig og nám sitt. Að því loknu þá býð ég ykkur að trítla fram og njóta veitinga. Við höfum gert ráð fyrir góðum hálftíma í kaffihléið en þar býð okkar sérstakar kræsingar í takti tíðarandan. Það ákveðin keto-bar, ég held að sé vegan vagn og þetta dreifist alveg lengst inn eftir. Þannig endilega dreifi ykkur vel, það margt manninn og veitir ekki af. Og við höldum svo kúrs rétt yfir 15:00 á ný. Til að tryggja við höldum okkur á áætlun, þá kynnum við kaffilokin í hátalarakerfinu. Námsstyrkir Menntasjóðs Viðskiptaráðs, gjöru svo vel. Frá stofnun árið 1917 hefur Viðskiptaráð Íslands tekið virkan þátt í uppbyggingu íslensks menntakerfis, enda fátt til meiri hagsbóta fyrir viðskiptalífið en öflugt og velmenntað starfsfólk. Þessu hlutverki hefur ráðið sinnt í gegnum Menntasjóð Viðskiptaráðs Íslands. Sjóðurinn meiri hluta eigandi í Háskólanum í Reykjavík og rak Verslunarskóla Íslands árabil. Veitir sjóðurinn í dag 4 námsstyrki að upphæð 1 milljón króna hver. Þetta eru styrkþegarnir í ár. Góðan dag, ég heiti Arna Sigurðardóttir og ég stunda meistaranám í efnaverkfræði við Cambridge Háskóla í Bretlandi. Ég valdi þetta nám vegna þess að prógrammið hentaði mér einstaklega vel. Það bæði lögð áhersla á djúpan skilning á tæknilegum atriðum en einnig farið yfir viðskipti, tæknistjórnun og sjálfbærni. Og ég tel að þessi þverfaglega yfirsýn muni nýtast mjög vel í starfi. Hér í Cambridge líka verið að stunda framúrskarandi rannsóknir á mínu sviði og hlakka ég til að fá að taka þátt í þeim þegar ég byrja á mastersverkefninu mínu. Ég ætla að leggja áherslu á orku og umhverfismál og í framtíðinni langar mig að nýta efnaverkfræðimenntun mína til þess að hanna tæknilega lausnir fyrir betri nýtingu auðlinda eða til þess að draga úr gróðurhúsalofttegundum. Ísland hefur mikla sérstöðu í þessum fræðum og það verður því spennandi að flytja aftur heim og leggja mitt af mörkum í framþróun á þessu sviði. Ég heiti Einar Bjarki Gunnarsson og doktorsnemi í aðgerðagreiningu og meistaranemi í stærðfræði við Minnesota Háskóla. Ég kom hingað bæði vegna þess að námsleiðin mín sveigjanleg og þverfagleg og til að vinna með öllu því góða fólki sem hér er. Ég ætla að sinna rannsóknum á sviðum hagnýtrar líkindafræði og stærðfræðilegrar líffræði við þróun og greiningu á krabbameinslíkunum. Með þessum líkunum vonumst við til að geta spáð fyrir hegðun krabbameins og viðbragðs við lyfjameðferð og nýtt síðan þennan skilning til að besta meðferðarúrræði. Það ákvarða stærðfræðilega þau úrræði sem líklegust eru til að annaðhvort drepa meinið eða í það minnsta halda því sem lengst í skefjum. Hæ, ég heiti Steinunn Guðmundsdóttir og ég í framhaldsnámi í lögfræði við Stanford Háskóla í Kaliforníu, hérna í Bandaríkjunum. Ég í prógrammi sem heitir Lög, tækni og vísindi og í rauninni auka meistaragráða á því sviði. Ég bæði að læra hugverkarétt og tækni áfanga eins og ég að læra að forrita, ég líka að læra að hakka en ég tel að það sé mjög mikilvægt að skilja undirliggjandi tækni og netöryggisógnir sem henni fylgja við beitingu lögfræði á þessu sviði. Að námi loknu gerir ég ráð fyrir að snúa aftur í lögmennsku og nýta mér þessa þekkingu sem ég hef við úrlausn lögfræðilegra álitamála. Ég heiti Sigurgeir Ólafsson og ég doktorsnemi við Sanger Institute í Cambridge þar sem ég læri erfðafræði. Cambridge hefur lengi verið sögusvið erfðafræðinnar. Hér skrifaði Darwin uppruna tegundana. Hér leystu Watson og Crick byggingu DNA-sameindarinnar. Sanger rakreindi fyrstu lífveruna og Sanger Institute var stærsti einstaki aðilinn sem kom að raðgreiningu erfðamengis mannsins. Við Sanger eru nemendur hvattir til að hugsa stórt og gefst gjarnan tækifæri til þess að leiða stór alþjóðleg rannsóknarverkefni. Að loknu námi vil ég koma heim og vinna að hagnýtingu erfðafræðinnar innan heilbrigðis- og lyfjatæknigeirans.